Velkomin á framhaldsnámskeið í hlutabréfaviðskiptum eða námskeið hlutabréf fyrir lengra komna. Ég heiti Björn Berg, deildarstjóri fræðslu- og viðskiptaþróunar hjá VBB og við höfum boðið upp á námskeið undanfarin misseri í hlutabréfaviðskiptum, skuldabréfaviðskiptum og svo framvegis en yfirleitt hafa þetta verið grunnnámskeið. Það hefur þó verið augljós áhugi fyrir framhaldsnámskeiðum. Við höfum boðið upp á framhaldsnámskeið í lestri ársreikninga og í skuldabréfaviðskiptum. Nokkuð fannst að sjálfsögðu löngu komið tími til að taka aðeins fyrir hlutabréfamarkaðinn. Ef þið hafið áhuga á öðrum framhaldsnámskeiðum, svo sem í ársreikningum, tæknigreiningu og svo framvegis, þá eru upptökur af þeim inn á vefnum. Sömuleiðis er ennþá opið fyrir skráningar á námskeið sem við munum halda í opna háskólanum í Háskólanum í Reykjavík 3. apríl. Þar verður Ármann Einarsson, sjóðstjóri hlutabréfasjóðsins, sem ætlar að tala um tæknigreiningu. En í dag, eins og ég nefndi, þá er það hlutabréfin og við ætlum að kafa aðeins dýpra en við höfum gert á grunnnámskeiðunum okkar. Og til þess að ræða það höfum við fengið færasta mannin í húsinu sem er Kristján Markús Bragason. Hann er umsjónarmaður hlutabréfagreiningar Íslandsbanka. Þannig að vinnan hans Kristjáns á daginn er í rauninni að rýna í þessi félög, bæði að spá fyrir hvert þau eru að fara og átta sig á því hvernig staðan er á þeim í dag. Þannig að auðvitað var Kristján sá fyrsti og einu sem við vildum fá til að taka þetta framhaldsnámskeið. Og við verðum hér til cirka klukkan 6. Ekki hika við að bara grípa inn í og spyrja. Við reynum að tillitssemi við þá sem er að fylgjast með á vefnum að hafa spurningar kannski tiltölulega stuttar en endilega verið duglega að grípa inn í. Ég ætla bara að gefa Kristjáni þá orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl. eins og kom fram hjá Birni, þá er ég að vinna fyrir laununum mínum með því að vinna við að greina hlutabréf og þessi fyrirlestur sem ég ætla að fara í núna, hann tekur svona kannski dálítið á svona því starfi sem ég sinni, hvaða svona vinnubrögðum ég beiti við að greina hlutabréf, annars vegar að greina ársreikninga, greina hlutabréf, greina kannski einhvers konar verðmatspælingar, eitthvað slíkt, allt einhvern veginn svona, þetta er allt tæki sem tæki og tól sem maður notar á mismunandi hætti fyrir mismunandi félög og það er svona það sem ég hef svona stillt glærunum upp með það í huga. Ég hvet ykkur til að spurja ef það er eitthvað spurningar, það er oftast betra að spurja svona meðan sjóið er í gangi, sem maður segir, frekar en að fara að skrifa þetta niður og allar bjóða upp einhverjar spurningar í lokin. En ég hvet ykkur til að gera það. Sumt af þessu finnst einhverjum vera augljóst, sumt er flóknara og þannig að það er allur gangur á því. Þannig að ekki hika við að spyrja. Íslenskur hlutabréfamarkaður, hann var fyrir smá hnjaski og breytingin sem varð á honum er eiginlega svona ljósbláa súlan fram að hruni og þetta námskeið og þessi fyrirlestur hér er ekki til þess að bara ræða hrunið og hvað kom út af því af hverju það var. Breytingin sem við sáum á íslensku hlutabréfamarkaði var frá nokkurn veginn sú að við fórum úr algengri mælingu sem er stærð hlutabréfamarkaðar í hlutfalli af vergri landsframleiðslu, þar sem hlutabréf fóru úr 350% af vergri landsframleiðslu ársins 2007, það er svona áætlaðri verðbólgu áætlaðri landsframleiðslu 2008 án áhrifa hrunsins niður í kannski 50% og það var svona það sem hefur svona kannski sett aðeins tónin fyrir íslenskan hlutabréfamarkað eftir hrun. Við höfum verið að fara úr mjög mikill öfgastærð í mjög mikla öfgastærð með öfugu formerki. Eins og þið sjáið kannski á textanum á glærunni, þá er ég ekkert alveg tilbúin að svara því hvort ástandi var neitt sérstaklega eðlilegra. Hvort að 350% var eðlilegt eða kannski 50%. Hefur stækkunarhraðinn frá því að við fórum inn í kannski svona eftir hrunsárin, segjum 2009 og 2010, eða kannski það sem við erum komin í dag sem er það hægra megin á myndinni. Mér skilst að því ég tekið upp, þá verð ég að tala hér, þannig ég get ekki labbað hérna og bent á myndina, þannig ég mun svona lýsa því aðeins hvað ég er að vísa í á myndina. Lengst til hægri eru þá svona punktarnir í dag, ljósblái, efsta litaða súlan, er semst íslenskur hlutabréfamarkaður í hlutfalli af vergri landsframleiðslu. Hann hefur svona í stuttu máli tvöfaldast frá rétt eftir hrun. Það er svona í stuttu máli það sem hefur gerst með það. Hvort ástandið er réttara, eðlilegra eða betra að eiga við, það getur enginn svarað því. Það er hins vegar hægt að bera þetta saman við Norðurlöndin, hvers konar hlutabréfamarkað við höfum. Í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og Noregi, í hlutfalli af vergri landsframleiðslu árið 2012,
eru þetta stærðirnar, allt frá 107 niður í 51% hjá Noregi. Ísland er þarna langaftast í árslok 2012 með 21%. Staðan á þessum markaði í dag er kringum 28%, svona í kringum 15. mars 2014 var þessi tala 21%. Þetta getur þýtt að hér sé allt ómögulegt og engin hlutabréfamarkaður og þetta sé besta mælingin. Það er ekki alveg svo einfalt. Neðri myndin, hún sýnir uppsafnaða stöðu af heildarviðskiptum á nákvæmlega sömu hlutabréfamörkuðum fyrir nákvæmlega sömu lönd fyrir 10 stærstu félögin. Ef þú horfið á Ísland lengst til hægri, þá sjáum við það verið komin upp í 100% á 9 félögum. Ástæðan, það er bara 10 félög effektivli verið að treyta með á þessu markaði. Þannig að Svíþjóð, ef við horfum á það, þá er uppsöfnu velta félagana, stærstu 10 félagana kringum 40%. Þetta ásamt stærðinni markaðsverði hlutabréfa í hlutfalli af vergri landsframleiðslu, þessar tvær mælingar saman er það sem að beitir oftast þegar maður er að meta eðlilegur hlutabréfamarkaður og hvert hann að fara og eitthvað slíkt. Þannig að Ísland er á ská og skjön, alveg sama hver mælingin ykkur finnst henta eða eitthvað slíkt. Þetta er staðan sem var 2012. Þetta er það sem við sjáum fyrir okkur að við séum að fara. Í árslok 2000 þá vorum við með í kringum 65-70 félög skráð. Hljómar það eðlilegt þar sem 300.000 manns búa? Nei, það gerir það sjálfsögðu ekki. Þau voru mjög stór, þau voru mjög mismunandi effektífli treytið þessi félög og allt slíkt. Frá 2000 til 2005 sáum við ansi mikla lækkun sem er efri myndin fyrir svona miðbik myndarinnar og það er ekki út af einhverjum hrunsáhrifum, heldur er það hreinlega út af tveimur ástæðum sem var annars vegar uppkaup félaga og afskráning félaga á markaði. Þannig þá vorum við komin niður í kannski tölu sem var svona að bilinu kannski svona vinstra megin við 30, eitthvað slíkt. Við vorum með 12 félög í árslok 2012 skráð. Ef við förum á svona neðri myndina, þá sýnum við þarna spá sem greiningardeildin hefur gert, sýnir hlutfall af vergri landsframleiðslu fyrir íslenska hlutabréfamarkað sem þá síðustu 4 stöplarnir og við endum í árinu 2015 í tölu sem svona í kringum 36%. Þessi 36% taka mikið stökk þegar við förum einni súlu til hægri sem við kallum hérna síðar. Ég vildi ekki merkja hana sem 2016, þetta augljóslega komið 2016 og eftir 2015 því að ég hef ekki alveg komfort fyrir því að það verði endilega árið. Ég myndi segja að þetta væri svona 2016 plus, þannig hétt þetta fyrst í samdæðisaglæru. Við sjáum fyrir okkur jafnvægisástand á íslensku hlutabréfamarkaði sem kemur 2016 plus, þá munum við vera með hlutabréfamarkaði sem verður svona vinstra megin við 60% af vergri landsframleiðslu. Mér finnst það mjög líklegt að það verði svona niðurstaðan í þessu. Við höfum núna í dag 14 félög á íslensku hlutabréfamarkaði. Þar af eru 5 sem eru með algjörlega óvirka verðmyndir á markaði. Við erum með 3 færeysk félög sem ekki nokkuð maður talar Við erum með 2 íslensk félög sem fáir tala en hafa mikið vægi kemur á markaðsvirði, þá er ég að vísa í Össur og síðan höfum við félag sem hefur lítið vægi út frá markaðsvirðissjónarmiði og mjög lítið viðskipti bak við sig, eiginlega algjörlega óveruleg sem þá Nýherji. Þannig við erum með 14 og strax þetta 5 út. Og þessi þá sem standa eftir, þau mynda svona þá súpu sem við erum í greiningardeildinni að vinna við að meta, verðmeta og fylgjast með og búið til viðbragðsskýrslu 4 sinni á ári þegar kemur uppgjör og eitthvað slíkt. Hlutabréfagreinandinn, hann horfir á alls konar hluti. Hann horfir á tæknigreiningar, hann horfir á verðflökt, hann horfir á verðflökt milli langstíma og skammstíma. Það er svona mín reynsla að þegar menn eru komnir eitthvað svona áleiðis í að vinna við hlutabréfagreiningu að þá svona kannski standa menn aðeins upp og svona bakka kannski aðeins út úr Excelinu. Það er rosalega auðvelt að tínast inn í Excel þegar kemur á hlutabréfum. Það getur alls konar formúlur og forsendur sem vöxt og eitthvað slíkt. Þegar svona menn eru orðnir kannski svona, ég vil kannski ekki nota orðið svellkaldir, heldur svona kannski hvað maður segja, svona hóflegir kannski aðeins, þá kannski horfa menn aðeins lengra tímabil. Þetta væri klassískt langt tímabil hérna. Efri myndin, efri taflan,
sýnir ykkur breytingar með alls konar mælingum fyrir ársbyrjun 2014 til 20. mars 2014. Og að því ég má ekki færa mig til og benda hérna, að þá sjáu að það er mismunandi litir varða breytingu á markaðsvirði, það er mismunandi litir varða breytingu á eða fjölda viðskipta og það er mismunandi litir varða breytingu á fjölda viðskipta, haustalningu viðskiptum, bæði í krónum og svo í aurum, í fjölda viðskipta afsakið. Þessi mynd segir okkur að frá áramótum hefur markaðsvirði allra félagana sem eru þarna á listanum með einu meðtöldum lækkað 18,8 milljarða króna. Þið takið eftir því eins og það skoðið fyrir þá sem sita hérna svona fremst að sjá það að Össur þarna jákvæður með ansi stóra tölu sem 9.500 milljónir. Þannig að ef það er leiðrétt fyrir því, þá hefur íslenskur effektífur hlutabréfamarkaður lækkað 28,3 milljarða frá áramótum. Neðri myndirnar kannski það sem maður horfir meira á. Neðri myndin til vinstri, hún sýnir ykkur viðskipti á 60, 80 og 365 dögum og nákvæmlega sama verðbreyting nákvæmlega sömu fyrirtækja fyrir nákvæmlega sama tímatal sýndar þarna það sem maður efst og enn einn neðstur. Þetta svona það sem maður endar oftast í að skoða þegar maður svona kannski aðeins byrjar að venjast þessu, orðið svona hóflegri aðeins og svona pælir í alls konar hlutum. Maður byrjar á því að henda sér alveg í daglegt flökt og eitthvað slíkt. Það er mín reynsla að það gefst ekki vel. Ef ekki væri nema út af helsta ástæðunni að sú vara sem að ræða hér, sem eru hlutabréf, ber að líta á sem langtíma fjárfestingu. Þetta einhver frasi sem ég hafði heyrt margoft, en hann verður aldrei nógu oft sagður út af því að menn virðast bara ekki almennt fara eftir þessu. Menn hafa til dæmis, og við sjáum það mjög greinilega þegar það er að koma til dæmis ársfjórðungsuppgjör, hvort sem það er ársuppgjör eða fyrsti fjórðungur eða hvað sem þetta að við sjáum grunsamlega mikla hreyfingar á íslensku hlutabréfamarkaði við 90 daga uppgjörum sem algjörlega fráleitt. Bróðurparturinn af þegar þú ert með rekstrafélag til dæmis það að þú ert með eitthvað cashflow næstu 3 árin og svo kemur á þeim tímapunkti að þú segir, heyrðu, spágeta mín er orðin svo skert eftir 3, 4, 5 ár að frá þeim tímapunkti verð ég bara að gera ráð fyrir einhverjum árlegum föstum vöxtum eða vexti tekna, hvað sem er vextur í tekjunum, vextur í framleiðinu, hvernig sem menn ætla að mæla það. Sá hluti verðmætisins sem er að koma út úr slíkri pælingu kannski í mörgum tilfellum saman, eða hann kannski 70–80% af heildarverðmæti viðkomandi félags. Þannig að inn í eilífuna frá og með kannski tímapunktur sem byrjar eftir 3 ár 80% af verðmætinu, en menn ætla samt að bregðast þau sem ansi sterkum hætti við 90 daga uppgjöri. Þetta gengur ekki saman. Og þetta það sem svona markaðurinn þrífst á, menn gera mikið úr 90 daga uppgjörum, en samspilum mellum þess hvernig menn bregðast við og hvernig menn verðmeta félögin, það samband hefur hans rofnað og það meðal hans hlutverk okkar í greiningunni, bæði að slá af og slá á væntingar manna og slá á viðbrögð manna þegar okkur finnst viðbrögðin vera alveg ekki í neinu samræðum við kannski verðmatshugmyndir sem menn áður en uppgjöru kom og einhverju slíka hlutir. Það er allur gangur af því hversu mikill skilningur manna á þessu. Sá skilningur hefur hins vegar batnað, að mínu mati. Hann hafa sýnt í skilning hvernig þetta er verðmetið. Skýrasta dæmi væri kannski að við erum með 2 tryggingafélög, menn geta haft alls konar skoðanir af því hvort að það sé dýr félög og ódýr félög, hvort það gangi vel eða illa. En tryggingafélögin til dæmis eru með þeim hætti að bróðurparturinn af lungan, kannski 95% af verðmæti tryggingafélagana kemur úr allt öðru heldur en undirliggjandi tryggingarekstri. Það kemur úr kannski hinum svokallaða bótasjóði, þeim fjármunum sem ætlað að standa tryggingaskuldinni til höfuðs. Hún er ávöxtuð í framtíðina. Ef að menn ætla hins vegar að vera að gera upp tryggingafélag 90 daga millibili og það getur verið eitthvað flögt, það sökka eitthvað skip eða það fengst einhver ekstra góður samningur við endurtryggjendur út í heimi. Það er ekki eðlilegt að verðmæti slíks félag sé að flökta út frá uppgjör sem er gert 4 sinnum ári. Það væri eðlilegra kannski að það félag verði gert upp annað hvert ár. Það væri kannski frekar. Það er þetta samspil sem ég er að tala um að mér hefur fundist aðeins vanta og mér hefur fundist að menn hafi sýnt aðeins meiri skilning heldur en kannski þegar ég byrjaði. Ég kem hins vegar ekki úr bankaheimi og það hefur kannski verið
menn hafa oft bent á það, séu svo neikvæðir þessi menn sem koma úr endurskoðunarfyrirtækjum, en ég nefnilega kem akkurat þaðan og svo neikvæðir þessi endurskoðendur og skilja ekki neitt og eitthvað slíkt. Mín sýn á þetta, og þið sjáðu meðal hans í glærunum hérna, ég er svona dálítið að reyna að stemma mig af, ég er svona að reyna að fara í gegnum tölurnar og reyna að sýna hvernig samhengi hlutanna eru og eitthvað slíkt. Þannig höfum við til dæmis, Greiningu Íslandsbanka, reynt að setja fram verðmætin okkar. Við höfum sett þau fram með svona einföldum, skýrum, hóflegum og íhaldssömum hætti og við höfum fundið það í fjárfestum að það hefur svona, menn hafa kunnað að meta það. Við höfum ofta sagt það bara þannig að það er nógu uppblásnu verðmætum þarna úti og það þarf ekkert eitt í viðbót. Við skulum frekar bara reyna að vera hóflegir og sinna okkur kúnnum út frá því sjónarmiði og það er meðal annars partur af því sem ég er að tala um hérna að það er ekki eðlilegt að hlaupa upp til hand og fóta 4 sinnum á ári með verðmæt og félagi sem miðast við eilífðarvirði til dæmis. Þetta stemmir ekki, allavega ekki á þeim endurskoðunarstofu sem ég hef unnið á. Við getum líka horft á hluti sem varða kannski svona dýpt félag á hlutabréfamarkaði. Lengst til hægri, nú sé ég hérna að þið sjáu bara á skjánum tölur, það eiga að vera súlur í þessu, en lengst til hægri er mæling sem er mjög algengt þegar menn eru að mæla kannski svona hversu mikið flot er á viðkomandi félögum. Þessi mæling er svo að það er að ræða meðaltal markaðsviðskipta á einhverju lokuðu tímabili, 1. janúar 2014 til dagsins í dag. Það er eitthvað meðaltal af markaðsvirði, bara byrjun og lokin, það er engin arðgreiðsla, það er ekki leiðrétta fyrir því, í hlutfalli af undirliggjandi veltu með bréfin á markaði. Og það er allur gangur á því hversu mikið, svokallaða flot er að koma út úr þessum mælingum. Við erum með félög eins og Eimskip og Marel sem er rauninni ég er nú svona hálfblindur að ég hef ekki súlurnar hérna, en það eru ákveðin félög, mjög algeng tala með þessi félög er í kringu 25%. Á lokuðu tímabili sé velta með kannski einhverju meðaltali í hlutfalli meðaltali markaðsvirði kringum 20 til 25% það hlutfall. Við höfum félögum sem Marel og Eimskip þar sem þetta hlutfall er í kringu 6%. Þetta gæti gefið til kynna svona hvert raunverulegt flot viðkomandi félag er. Þannig að eitt er að horfa á hlutfallslega breytingu sem er fyrsta myndin hann til vinstri. Önnur breyting sem maður horfir á, það er kannski daglegt eða vikulegt eða mánaðarleg breyting á undirliggjandi markaðsvirði og svo eins og ég sagði hérna síðasta myndin sem sýnir þá hlutfall undirliggjandi veltu í hlutfalli af meðalstöðu markaðsvirðis. Þetta er annað áhorfið. Í tæknigreiningu þá hafa menn stundum horft til þess hvort ákveðin félög séu líkleg til að hækka eða lækka grunsamlega mikið ef viðskipti verða mikil. Hver einasti punktur á þessari mynd, þetta eru semst 8 félög, slepptu þarna einu, hver einasti punktur er veltan á X-ás, uppsöluná sem sýnir verðbreytingu á viðkomandi markaði. Ef við horfum bara á til dæmis Icelandair sem er það efsta myndin til vinstri, þá sjáum við þannig að engin punktur fyrir neðan uppsölunar sama 0. Það er engin verðlækkun, það eru mjög fáir punktar þar. Flestir punktarnir, þegar mikil viðskipti verða, þá verðist punktarnir svona færast aðeins upp á við. Það er semst hallatalan þetta er kannski svona 45 gráðu halli, eitthvað slíkt. Þetta er svona dálítið mikið annað heldur en ef við færum til dæmis efri línan lengst til hægri sem væri þá Marel, þar sem við erum bara hnippi í kringum mánaðarleg viðskipti einhvers staðar á bilinu 500 til 1000 milljónir. Það er allur gangur eða hvort þetta er að hækka eða lækka. Þetta er mjög gott tæki í svona almenna, svona eins og maður segir bara sjónræna greininga á því, er mikill söluþrýstingur eða kaupþrýstingur á viðkomandi bréfi. Þetta er það sem maður horfir líka á þegar maður er að meta verðmæti hlutabréfa. Af hverju horfum maður á það? Dæmi. Ég myndaði einhver félag þar sem er að ræða mjög þröngt eignarhald. 99% er í eigu 2 einstaklinga, 1% er í eigu 1000 manns út í bæ. Þeir ráða ekki nokkuð af alla þeir verði boðnir á hluthafafundinn. Þú myndir ekki kaupa einhvern hluta af þessu 1% nema að gera ráð fyrir því og reikna inn í þína hafa inn í þinni samsetningu og kröfu til eiginfjár í þeim viðskiptum sem þú ætlar að fara að eiga við að kaupa þetta félag. Það myndir aldrei gera ráð fyrir aðra heldur miklum seljanleika afslætti. Þú myndir krefjast þess að það væri seljanleika afsláttur, þú myndir taka til þess að það væri svona liquidity discount
það væri minnihlutaafsláttur sem myndi taka slíka hluti inn í útreikninginn. Það er þessi svona mynd eða svona greining, maður geta teiknað þetta upp með alls konar hætti, maður geta haft þetta vikulega punkta, daglega punkta. Þetta segir manni hins vegar mjög mikið þegar menn eru að horfa á svona veltuáhorfið, hversu mikið velta er með undirliggjandi bréf. Eins og ég segi, hver einasti punktur þarna er 1 mánuður. Þannig að það er erfitt að sjá það að Icelandair sé að lækka. Það eru bara nær engir punktar. Ef þið myndu teikna Icelandair kúrfunu upp, þá myndu þið fá kúrfu sem væri bara svona. Menn hafa mikið stokkið á það og sagt, já heyrðu, ég ætla nú að teikna þetta Icelandair upp, þetta hækkar og hækkar og hækkar, þar af leiðandi hlýtur að vera verðbóla á íslensku hlutabréfamarkaði. Þetta er mikill misskilningur. Ef þið myndu nota nákvæmlega sama línurit og teikna upp til dæmis EBITDA hjá félaginu bara í krónum eða dollar sem er uppgjörsmynd félagsins, þá fáið þið nokkurn í sömu hallatölu. Það er ástæðan fyrir að Icelandair er að hækka. Icelandair er að vaxa 15 til 17% á ári, þannig að það gerir það verkum að samanburðarfræði út frá einhverjum kennitöluútreikningum væri algjörlega merkingarlaus eins og staðan er núna. Það er ekkert félag sem er að stækka með slíkum hætti. Og við höfum bent á þetta meðal annars í morgunkornum og skrifum frá greiningardeildinni að vissulega séu sumir hlutir á íslenskum hlutabréfamarkaði dýrari en aðrir, en það þýðir ekki að hlutir sem hækka séu algjör vísbending það að hér sé verðbóla. Við höfum algjörlega hafnað því og ég held að lækkunarhrunum sem við höfum horft á núna og ég fer ansi þétt í gegnum núna eftir, hafa nefnt sýnt okkur það að íslensku hlutabréfamarkaðir virka bara alveg ágætlega þegar kemur hækkunum á lækkunum. Það þýðir ekki að stökkva til þegar hlutirnir hækka og segja hér er allt ómögulegt og allar menn að fara í hrunið aftur. Þetta virkar ekki svona. Þannig að þetta er svona eitt áhorf sem menn hafa til þess að greina einstök félög. Við í greiningunni tókum okkur til, það hófst eiginlega í ágúst 2012, vinna við það að við vorum óánægð með mælingu á íslensku hlutabréfamarkaði í heild sinni. Flestir hafa miðað við OMXI6 vísitöluna sem ég var mjög ósáttur við, bæði samsetningun á henni, hversu oft hún endurreiknuð og eitthvað slíkt. Áhorf sem við í greiningu Íslandsbanka höfum á íslenskum hlutabréfamarkaði heiti K90. Það er hlutabréfavísitala sem er reiknuð 12 sinnum á ári og hún er reiknuð þannig að þau félög sem fara inn í vísitöluna eru þau félög sem samtals mynda 90% eða meira af undirliggjandi veltu með hlutabréf á síðastliðnum 90 dögum. Þess að síðustu mánuðirnir ráða því hvaða velta verður á mánuði númer T4. Sem þýðir það að veltan í desember, janúar og febrúar ræður því samtals cumulative sem er nákvæmlega tablan þarna til vinstri. Hún sýnir okkur það að ég þurfti að samansetta vísitöluna fyrir marsmánuð 2014 úr 8 félögum. Því það var ekki fyrir en ég tók M1 þarna veltuna með að ég fór yfir 90% marki sem er þarna feitletara með streikum. Þessi vísitala hefur virkað bara mjög fínt. Þetta er ekki fullkomin vísitala. Það er fullt af vísitölum sem eru bara fínar og menn nota bara það sem virkar fyrir þá. Þetta virkar fyrir okkur og við höfum eindregið beint svona útreikningum og niðurstöðum til viðskiptavina okkar sem eru þá miðlun Íslandsbanka og viðskiptavinir VÍ og sagt frá samsetningu þessara vísitölu og þessi vísitala hefur gripið eitt stykki íslenska hlutabréfamarkað með hinum mestu ágætum okkar mati. Samsetningin er svona dálítið hlaupandi, það er hægri myndin. Það sem er brúnt þýðir að viðkomandi félag er inni. Ef við tökum Marel, sem er fyrsta félagið á X-ásnum og á uppsölunásnum er tímabilið fyrsti mánuður ársins 2012 til þriðja mánuðar ársins 2014. Þannig að að ræða ansi breytt, þetta eru 2 ár og 3 mánuðir. Marel er alltaf inni. Icelandair er alltaf inni, Hagar er alltaf inni nema í eitt skipti og svo fyrir svona þess að kvarna stóru sem. Þannig að við tökum bara samsetningu félagsvísitölunar í marsmánuði 2014 sem er nákvæmlega útreikningu sem er þarna til vinstri, þá sjáum við það að Eimskip er að detta út. Vís og TM, Regin og N1 eru allir komin inn. Það hefur allur gangur á því hvort að Regin og Vodafone þeir hafa verið að detta út og inn úr vísitölunni, þannig að þetta er reiknað 12 sinnum á ári. OMXI6 er til dæmis reiknuð 2 sinnum á ári sem við teljum algjörlega fráleitt og framan af þá til dæmis samanstofn hún af fyrirtæki sem heitir Össur. Flott fyrirtæki, alveg óumdeilt,
það á ekki heima kannski inn í vísitölu sem á að mæla hlutabréfamarkað okkar mati og alls ekki ef það á bara endurnýjun tvisvar á ári. Þannig að þetta er okkar vísitala. Maður getur haft allar skoðanir á því en okkur finnst hún alveg frábær. Það sem hefur gerst með þessa vísitölu frá áramótum, efsta myndin upp til vinstri, er þróun frá byrjun. Hún er stillt á 100 stig á gamlársdag 2011. Hún stendur núna í 158 stigum og hún hefur farið þarna upp svona fram að miðju ári 2012. Þá bakkaði hún aðeins tilbaka og síðan er þetta nokkuð glæsilegt hvernig hún hefur klifrað og það er ekki fyrir svona í byrjun ársins, kannski á 5. til 6. degi ársins 2014 að hún fer að gefa eftir og þetta er algjörlega til samræðis það sem menn hefur svona haft á tilfinninguna væri að gerast á markaðnum. Það er allur gangur á því hvort það hluti sé að hreyfast mikið lítið, með mikilli þyngd eða lítilli þyngd en hægra megin, uppi hægra megin, þá sjáum við K90 brotið niður frá 1. janúar 2014 til 7. mars. Og þá sjáum við það að hún hefur lækkað úr kannski 167 stigum niður í rétt eða 160 stig það 3.3.2014. Þetta er gott og blessað. Það sem við hins vegar segjum okkar viðskiptavinum þetta er teikningin fyrir markaðinn í heild sinni en við erum hins vegar með sjálfvirkt kerfi og þá er ég að vísa í myndina niðri til vinstri. Hún sýnir ykkur að vísitalan frá 1. janúar 2014 hefur lækkað 7,98 stig. Þá vilja menn fá upplýsingar hver er tógkraftur hvers einasta félags í þessum breytingum og þá sjáum við það að Marel er að toga þessa vísitölu niður á þessu lokaða tímabili 7,61 stig. Við erum með Eimskip sem togar nú niður 3,3 stig og síðan erum við með smá tógkraft upp á við hjá Icelandair og Högum og þetta er það sem menn vilja fá að vita. Það er mjög auðvelt að reikna þetta út, þyngdin liggur alveg fyrir okkur einasta degi, hvað er að toga með hvaða hætti. Í stuttu máli er íslenskur hlutabréfamarkaður svona rétt vinstra megin 500 milljarða. Markaðsvirði Marel er að toga með svona 23–4% krafti af heildinni í þetta og þeir eru alltaf inni. Þannig að verðsveiflur á Marel hafa gríðarleg áhrif og það er þá tablan sem ég er með þarna niðri til hægri. Þetta eru 3 meginbreyturnar sem menn verða að hafa í huga þegar menn fá upplýsingar vísitölu. Það er ekki bara K90, það er alla vísitölur sem verður að ræða. Menn vilja fá að vita verðbreytinguna, Marel mínus 16%, Icelandair pluss 2,5%. Menn vilja fá að vita hversu mikið tógkrafturinn er, þessu punktateljarinn og meðalviktin í K90 á þessu tímabili. Þetta eru standardskýrslur sem við gefum, látum miðlunum að fá og þeir láta sína stærstu kúnna fá og ég veit að Víbir notar þetta mikið í sínum samskiptum við kúnna. Við sjáum fyrir okkur að á árinu 2014 verði heildarbreytingin á K90 rétt tæplega 14%. Við spáum því að hún muni hækka á árinu 2014 í heild sinni 13,6%. Það þýðir að frá og með punktinum í dag, sem það komið mínus 5%, en hún hækkað rétt tæplega 17%. Ástæðan fyrir þessu er það að við sjáum fyrir okkur endalausa eftirspurn eftir hlutabréfum frá lífeyrissjóðunum. Við sjáum hins vegar aðeins svona slaka varðar framboðið. Við sjáum mikla skráningar aukast. Ég fer í gegnum það núna eftir smástund. En þetta eru svona megin niðurstöðurnar sem við sjáum fyrir okkur með K90. Nei, það er spurt hvort að K90 tengist einhvers konar möguleika að setja fjárfesti í eitthvað slíkt og mjög góð spurning. Svarið er nei við þessu. Það er þannig að við settum það fram til að byrja með að þetta væri ekki hugsað sem einhvers konar þetta væri vísitala sem menn getur keypt sig inn í með framleiðslusamningu inn á vísitöluna eitthvað slíkt. Hvort að menn nota þetta til að balansera sín eigin verðbréfasöfn, þetta er allavega ekki hugsað sem slíkt, þetta er ekki gefið út með það reglum hætti að það myndi nýtast með slíkum hætti. En oftast er það þannig með alvöru vísitölur og ég veit ekkert hvort að K90 flokkast undir að vera það, en oftast er það þannig að á endanum þá enda vísitölur í svona pakka sem þú ert að lýsa. Það er svona trendið í þessu, annarkvort látast þar eða verða alveg rosalega vinsælir og menn treyta á það eins og kallað er. Hvort að þessi vísitala hentari það eða ekki,
Ég veit það ekki. Það hentar örugglega bara alveg ágætlega eins og hver önnur. Vandamáli við þessa vísitölu með aðferðafræði sem notið á hana, notið til að setja hana saman að hennar versti óvinur eru verðbólur. Það gerir það að verkum að eitt fyrirtæki fer mjög illa á stað, eða ekki illa á stað, sem verður mikil viðskipti með viðkomandi félag, þá getur það hækkað mjög ört. Það myndi mælast alltaf þyngra og þyngra og þyngra inn í vísitölunni og líka í hina áttina. Þannig að þetta er ekki svona, hvað maður segja, þetta er ekki svona hóflegasta tegund af vísitölu sem til er. Við teljum að hún mæli íslenska hlutabréfamarkaðinn ágætlega, en versti óvinur hennar er verðbóla. Það er alveg klárt mál. Í ársbyrjun 2013 var íslenskur hlutabréfamarkaður að markaðsvirði 333 milljarðar króna. Það bættust við félög sem voru tvö tryggingafélög og eitt stykki fyrirtæki sem heitir N1. Þannig að nýliðunin á árinu 2013, við byrjum árið 2013 í 333 milljörðum, nýliðunin nam 64 milljörðum, matsbreyting ársins í heild sinni nam 100 milljörðum, þannig að við byrjum árið 2014 í rétt tæplega 500 milljörðum. Ég ætla ekki að nota tap ársins 2014 svo far, heldur verðbreyting með neikvæðum formerkjum, það sem hafi liðið ársins rétt tæplega 20 milljarðar. Þannig að við stöndum núna í 480 milljörðum og þá er sjó ekki meðtalið. Það liggur svo nokkuð fyrir á hvaða verðbili það er, en það er ekki, þannig að punkturinn 17. mars 2014 ánum að standa þarna er 480 milljarðar. Við sjáum fyrir okkur þessa breytingu á þessu ári. Fyrsti liðurinn blasir nú algjörlega við. Það þarf ekki að tegra það neitt ægilega mikið til að sjá það að sjóa að fara á hlutabréfamarkað. Við sjáum aðrar tvær breytingar verða. Við sjáum nafngreind félög, HB Grandi og Promens koma til skráningar á núlifandi ári, sem þýðir það að markaðsverðmæti íslenska hlutabréfamarkaðarins frá og með punktinum 17. mars 2014 það mun bætast við það 118 milljarðar króna í formi þessara þriggja félaga. Það liggur fyrir alveg að hver svona verðmiðinn á sjó og eða horfið bara tilboðsbók A. Nú það þannig að maður getur ekki sett fram neina tölur ef það svona nafngreind félög, nú gilda hér ákveðnar reglur, það kemur að fagfjárfestum og neytendavernd og eitthvað slíkt. Þannig ég get ekki farið að brjóta þá tölur niður hvernig þessar 180 milljarðar eru samsettar. En það kannski skiptir ekki allir máli, það vita það flestir sem hafa skoðað efnahagsreikning HB Granda og Promens að summan af áætluðu markaðsvirði þeirra tveggja félaga er verulega stór hluti af þessum 180 milljörðum sem við sjáum bætast við árinu 2014. Á árinu 2015 sjáum við fyrir okkur að þessi 5 félög, Eik, við ætlum kannski betra að tala um Eik Landfestar, Skipti, Reytir, Kaupás og Skeljungur munu bætast við á aðalista kaupallarinnar. Okkar mat á áætluðu markaðsvirði þeirra heildar er rétt tæplega 95 milljarðar króna. Þannig að við sjáum fyrir okkur að það verði þokkalegu vöxtur á íslensku hlutabréfamarkaði. Það sem meiru skiptir og er mikilvægara fyrir fjárfesta almennt er kannski að þarna er ekki verið að bæta við félögum sem nú eru fyrir. Við erum að fá iðnaðarfyrirtæki í formi Promens, mjög svipað á Marel. Við erum að fá Granda sem er sjávarútvegsfyrirtæki, er ekki nú fyrir á markaði. Skipti, sambærilegt félag var í Vodafone, þannig að þetta er svona að það verið að bæta í þá stabba sem eru fyrir en það eru líka nýjungar þarna inni. Við erum með Reyti og Eik sem liggur við algjörlega sambærileg við Regin og Kaupás þá eiginlega bara spegilmynd með aðeins minni markaðshlutdeild heldur en Hagar. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þessar súlur gætu kannski sagt til hvert markaðsvirði skráðra félaga aðalista kaupallarinnar væri fram árinu 2015. Það byrði bara að stoppa eins, ekki taka síðustu súluna alveg strax. Í lok árs 2015 sjáum við fyrir okkur að við verðum komin upp í svona í kringum 890 milljarðar sem markaðsvirði viðkomandi undirliggjandi hlutabréfamarkaðar sem þá aðalistinn. Og það eru nokkrar breytur þessi sem það kannski aðeins að skýra út.
Við byrjum árið 2013 með ljósgrá á súlunni, svo bætist eitthvað sem heitir nýskráning við og síðan matsbreyting þess árs. Þetta allt á hlaupandi verðlagi, þannig að það eðlilegt að segja sá stafli sem var fyrir þegar við fórum af stað með í þennan útreikning, hann með vaxa eitthvað. Við gerum ráð fyrir í þessum útreikningum að þetta sé miðað við 15% árlegan vöxt af þeim hlutabréfastafla sem var til í byrjun ársins, ekki á nýskráningunum. Þannig að þið sjáu það að svona dökkgráa súlan, hún hefur einhver áhrif, en það nýskráningi sem skiptir og kannski svona aðalega það sem menn að tala um. Á árinu sem heitir þarna seinna, sem þá hægra megin við 2015, sem ætti að heita 2016 plus, hef ég bætt við einu lið sem algjörlega dóminerandi í því áhorfi sem sjáum fyrir okkur í íslensku hlutabréfamarkaði eftir nokkur ár sem skráning bankanna. Þegar maður með fyrirtæki eins og íslenska viðskiptabanka, þá mjög erfitt að meta það hvers konar verðmiði fer á þá. Við erum hér í höftum, við erum hér með bullandi málaferli, snúið að skilanefndum bankana, eignahald í einhverjum hluta í ágreiningi og eitthvað slíkt. Stóra myndin hins vegar sú að ef við myndum taka kannski meðaltal, price to book eða eitthvað slíkt útreikninga frá Evrópu, þá eðlilegt að taka bókvært eigið fyrir bankana og margfalda það með 0,8, taka svona 80, kannski 85% af bókvært eigið fyrir bankana og bæta við. Ljósbláa súlan undir liðnum seinna miðast við 80%. Þannig að þetta ekki svona aggressívasta súlan sem maður sér fyrir sér. En þetta breytir myndinni allverulega, en bara taka það fram, jafnvel þótt að seinna komi hægra megin við árið 2015, það þýðir ekki að ég sé að tala um árið 2016. Það voru 2016 plus. Það liggur ekkert fyrir hvenær þetta verður og einhvern veginn með framgangi tímans finnst manni þetta alltaf færast bara fjær manni einhvern veginn. Þannig að þetta mun gerast, bankarnir verða ekki reknir í því formi sem þeir eru núna, þeim verður fleytt á hlutabréfamarkaði, það er bara spurning líka formerking, hver verður seljandi hvenær þetta gerist. Það þarf einhver að kaupa þessi hlutabréf og besti vinnur okkar þá heita lífeyrissjóðirnir. Myndin uppi til hægri hefur komið fram í morgunkorni greiningar Íslandsbanka og varðar eignahald lífeyrissjóðanna horft í gegnum tvo liði. Við vitum hver bein eignarhlutur bara í nafni hvers lífeyrissjóðs. Við vitum hvað framtakssjóðurinn á, við vitum hverjir eiga framtakssjóðinn og við vitum hvert hlutfall eigna lífeyrissjóðanna í íslenskum innlendum hlutabréfasjóðum. Ef við horfum í gegnum þessa liði, það er ekki nóg að horfa bara á beina eignastöður eða stöðutöku, þá myndum við til dæmis fá það út að eignarhlutur lífeyrissjóðanna beint og óbeint 54% í tveim félögum sem enn einn á Íslandi og þetta eru nýjustu tölurnar, þetta miðast alveg við lok febrúar og tölurnar fyrir Vodafone niður að TM eru rétt vinstra megin við 50%. Þannig að þetta engar smá tölur, þannig að það alveg klárt mál ef að menn ætla að fleyta félögum hér á hlutabréfamarkaði, þá þetta fyrsta símtali sem þú átt, hringir þessa kappa hér. Þessi kappar hafa grætt vel á þessu, þessi kappar hafa mikla fjárfestingagetu og verða að fjárfesta líka. Þegar maður að mynda sér skoðun á því hvers konar tölur það eru sem þessi aðilar þurfa að fjárfesta fyrir, þá útreikningurinn sem þessi 4 hringir neðst niður eitthvað sem maður horfir á. Það aðalega 2 liðir sem skipta máli. Það einfaldlega nettóstaða iðgjalda í samanburði við bætur lífeyrissjóðskerfisins. Sú tala gefur ykkur 44 milljarða á ári. Vextir og afborganir, það laust fé sem þarf þá að endurfjárfesta í sambærilegum eignum og eitthvað slíkt, það eru 132 milljarðar. Dragi frá heildarkostnað, svona beinan kostnað lífeyrissjóðskerfisins sem kringum 6 milljarðar, þá fáið 170 milljarða. Þetta svona í stuttu máli heildarpakki sem lífeyrissjóðskerfið þarf að fjárfesta. Síðan þarf að taka tillit til að lífeyrissjóðirnir hafa ákveðið regluverk, þeir hafa stundum sett sjálfum sér ríkara regluverk ef kemur að samsetningu eigna. Þannig að það ekkert óvarlegt að gera ráð fyrir því að 15 til 20% af þessum 170 milljörðum fari beinlínis í hlutabréfakaup. Þeir mun ekki setja þetta allt í hlutabréfakaup. Það alveg klárt mál, þá verður þeir bara að brjóta reglur sem þeir hafa A, eiga að fara eftir og B, sett sjálfum sér. Þannig að þetta svona þegar maður að mynda sér skoðun á þróun á verðbréfamarkaði, greina hlutabréf og eitthvað slíkt, það ekki nóg að tína sjálfum sér bara í einhverjum Excel-útreikningum, það þarf einhver að kaupa þetta. Ef það
orðin minni og minni pressa á kaupandana fjárfesta, þá hefur það einfaldlega dempandi áhrif á hlutabréfamarkaði. Og við sjáum það ekki fyrir okkur gerast alveg á næstu árum. Og þá er ég að tala kannski 3 til 5 ár, eitthvað slíkt. Ein spurning sem þú segir að þið þurfa að koma 170 í vinnu. Hvernig er það regla sem þeir setja sjálfur sér? Nei, það er bara það sem maður gerir þegar maður myndar svona þetta er náttúrulega, það er mikið regluverk sem snýr að lífeyrissjóðunum og þegar kemur á upplýsingagjöf þá er mikið til upplýsingum og það sem maður gerir einfaldlega, maður tekur bara gögn sem koma frá Seðlabankanum og Fjármálaeftirlitinu og skoða bara einfaldlega eignasamsetninguna á heildarsummunni og þar blasir algjörlega við að iðgjald umfram bætur er mjög auðvelt tala að rekna. Hún var 41 milljarður á þar síðasta ári, núna árum 2013 var hún 44, þannig við tókum hana bara nafnverði. Hitt var öllu verra að rekna sem voru vextir og afborganir og það var bara einfaldlega þannig samsetning á eignum sjóðana, lífeyrissjóðana, á ákveðnum flokkum sem voru að gjalda og eitthvað slíkt sem gerði það að verkum að það var hægt að rekna sig í gegnum þessa tölu og við höfum ansi mikið komfort fyrir þessum tölum. Hins vegar var það þannig að þegar maður gerði þetta fyrst, þá var þetta aldrei svona að því með hvað umhverju ég var að koma og þá vildi ég endilega fara að stemma mig af í gegnum þetta. Þannig ég tók Lífeyrissjóð Verslunarmanna sem er svo skemmtilega til að er stærsti sjóðurinn og við fórum bara yfir nákvæmlega þann ársreikning og skoðum þessu hvernig gögnin úr þeim ársreikningi voru að skila sér inn í þau gögn sem vorum að nota sem var frá Fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum. Það er svona dálítið mismunandi svona tónn í þessu, hvernig er sagt frá þessu. Eitt er reikningsafslætti meðhöndlun, hitt er svona meira kannski svona cashflow analysering sem kemur frá svona eftirlitsaðilum, þótt að sé mikið samspil þarna á milli. Þannig nálguðust við þessa tölu og þannig nálguðust við þessa tölu til dæmis í fyrra. Þannig að við höfum mjög gott komfort fyrir þessu. Við höfum fengið aðrar tölur frá ónefndu banka í Borgartúninu og það er bara fínt, það er bara reiknað þeir þannig en við höfum farið að fund með lífeyrissjóðunum þar sem þeir liggur við með nákvæmlega sömu tölu þegar kemur að endurfjárfestingarþörf þeirra stóra myndin. Hvort þetta eru 165 eða 175, það skiptir ekki máli. Þannig að þetta er ekkert eitthvað bara svona sirka. Við fylgjumst ekki bara með verðinu. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur eiginleika sem gerir það verkum og það sem maður lærir í skóla virkar alveg ágætlega. Eitt er flöktið á verðinu. Þegar maður er að velleggja ákveðin eigið sem maður setur í að kaupa í verðbréfasjóðum, kaupa í stökum félögum eitthvað slíkt, að þá þarf maður að mynda sér skoðun um hver krafa eigið fé á að vera og hún er náttúrulega samsett eins og við þekkið og hlýtur að koma fram hér á námskeiðum áður og kannski ákveðnum leiðum sem eru áhættulausu vextir. Það er eitthvað markaðsálag og það er kannski eitthvað margfaldara markaðsálag sem fer eftir tölfræðilegum eiginleikum undirliggjandi hlutabréfs. Það geta allir reiknað þetta. Þetta er hins vegar kallað beta og við getum flettið sér upp í einhverjum dórundum eða reiknað þetta bara í höndunum. Það er ekkert mál. Það sem við hins vegar fylgjumst líka með er að við reiknum þessi betagildi. Við fylgjumst hins vegar með eiga þessi betagildi við. Þú ert með eitt stykki markað. Þú getur skilgreint markaðinn sem K90 eða bara allar íslenskar hlutabréfamarkaðinn eða einhver hlutföll af þessu og svo ertu með eitthvað flökt í ákveðnu hlutabréfi og þú ert að spyrja hvernig hreyfist þetta hlutabréf með hvernig markaðurinn hreyfist sjálfur. Er þetta eitthvað svona eða er þetta kannski betagildi sem er mjög nálægt einum, helst mjög mikið í hendur. Það er einn útreikningur. Ef við sjáum á töflunni, vorum bara á þessa töflu hérna, það er skýringamáttur útreikningsins. Stundum kallað R-square eða R í öðru. Þetta hins vegar segir okkur hversu vel tekst okkur miðað við þá niðurstöðu, náttúrulega býð ykkur að horfa á Vodafone, þess að niðurstöða var að betagildi væri 0,45. Hversu vel tekst okkur að skýra, hver er skýringamáttur talnaraununar sem varðar heildarmarkaðinn eins og við skilgreindum hann í þessum útreikningi fyrir Vodafone. Það kom okkur mjög á óvart að sjá það að betagildi af Vodafone væri 0,45. Það er haldið að væri kannski 2,0 eitthvað slíkt með ósköpum sem hafa gengið á með það félag. En þá til dæmis öskrar á okkur að skýringamátturinn á útreikningu fyrir Vodafone, betagildi af Vodafone, segir okkur bara svona nokkurn veginn ekki brassibala. Þetta er til dæmis það sem við fylgjumst mjög reglulega með. Það er tölfræðilegt flökt í hlutabréfum
Vissulega það ekki ídeal staða í tölfræðilegum útreikningi að vera með 9 breytur, 9 skráfélag, það væri æðislegt að vera 90. Það bara ekki þannig, þannig að það beitur því sem við lærðir í skóla og að adjustar aðeins fyrir þessu. Þetta eru útreikningar sem við látum miðlurna hér fá mjög reglulega og fylgjumst mjög stíft með þessu. Og það sem skiptir máli ekki aðalega tölugildi í dag, heldur rauða línan á þessu línuriti sem sýnir breytinguna milli tímabila. Rauða línan betagildi sem stendur þarna betagildi 12M hægri ás. Þetta 12 mánaða gildi, útreikningu af betagildi sem látið hlaupa á ákveðnum tíma. Ég alltaf að horfa á 12 mánaða tímabil, tíminn líður þess á, þannig ég lætur þetta hlaupa svona. Ég ekki með, nú ætlum ég að reikna svona langt tímabil, svo svona. Það segir mér ekki eitt en eitt. Við horfum alltaf á hlaupandi 12 mánaða tímabil þar sem það á við og látum það hlaupa eftir tímaáslum. Teiknum það upp með viðkomandi ávöxtunarkröfu sem almennt verið að gera í verðmætum og flökti undirliggjandi hlutabréfi og þetta svona staðlaðar skýrslur sem við gerum. Ég búinn að segja það núna í þessum fyrirlestri að vera gott að standa upp frá Excelum, það klart mál, það verður ekkert stað upp frá Excel í svona útreikningi. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem að reikna sig algjörlega í gegnum. Þetta hins vegar mjög mikilvægt tæki þegar kemur að markaði sem að bregðast mjög mikið við 90 daga uppgjörðum. Þá verður að geta sagt, já, heyrðu, það verður þá bara að hraða útgáfu á verðmætum eða hið minnst að vera það með uppfærð verðmæt og uppfærð verðmæt þurfa ekki að þýða að það verða að hækka eða lækka. Það getur líka verið status quo verðmæt. Það bara mjög mikið svirða að fá þannig verðmæt í hendurnar. Þannig að betagildin eitthvað sem maður horfir mikið á. Annað sem við horfum mikið á sem tengist nú kannski eiginlega meira vípinu væri samfylgnin eða correlationið. Þá erum við að fylgjast með hvernig viðkomandi bréf hreyfast í samanburði við hvort annað. Þeim lengri sem græna súlan í þessu, þeim meiri fylgni. Það einn þarna sem hreyfist neikvætt og það verður þá Regin versus Eimskip, sýnist mér á þessu. Nei, það Regin versus Vodafone. Þar sjáum við smá glitta í rautt. Ekki tínastu tölunum, heldur bara svona aðferðarfræðin sem ég að segja ykkur frá. Þannig að við fylgjumst með alls konar hlutum. Eins og ég sagði ykkur að það væri gott að standa upp frá Excel. Ég held að það sé gott að vera með mjög þægilega stól þegar það eru í þessum útreikningum því þið ekkert að fara að standa upp eitt en eitt. Þetta ansi miklu útreikningar en þeir sem hafa gaman á tölum, þá þetta alveg draumadjöfið. Eitt að fylgjast með tölugildum í verðflökti eða samdrefni eða eitthvað slíkt. Annað að horfa á hluthafalista. Og við fylgjumst mjög mikið með og markaðurinn fylgjast mjög mikið með samsetningu hluthafalistana. Þeir geta, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, kannski sést þetta betur á vídeófælnum, en hér erum að ræða einfallega, við gefum út einu sinni viku, opinberan lista sem sýna 20 stærstu hluthafa í hverju félagi. Þar sem að ræða þarna Icelandair, sem fyrsti dálkurinn, síðan kemur eigandinn og síðan koma dagsetningarnar 23., 13., 6., frá 7 daga millibili, það er alltaf tekið punktstæði lok 50 dags. Og þetta eru sem sagt prósentur sem lífeyrissjóður verslunarmanna á í Icelandair og hann 14,58 langflesta punktana en var 14,36 þarna í punktunum sem í byrjun janúar. Þetta eitthvað sem miðlun leggur mikið upp úr að sé tilbúið og sé búið að greina og mennum svona nokk sama hver stærðin Það aðalega ef það fyrir að vera eitthvað breyting á þessu. Breytingin gæti verið að menn sé að selja eða kaupa. Það skiptir líka máli hverjir eru að kaupa og selja. Það skiptir máli ef eitthvað hluthafar að fara út sem hefur svona lítið verið að hreyfa sig og komin einhver annar inn sem algjörlega augljóst að ætla sér ekki að vera til lengri tíma. Það ávísun á meira flot til skamms tíma. Það mun gerast innan kannski 90-180 daga einhverja slíka pælingar. Þannig að það eitt af því sem ég fylgist með hluthafaskráin. Við fylgjumst með, þetta eingreiningin og þetta ekkert leyndarmál, þetta opinber gögn. Þarna erum við að horfa á breytingu sem varðar 20. mars, milli 20. mars og 13. mars 2014. Þar sem við ræðum undirliggjandi félag sem TM og við erum að horfa á hverjir einhver aðilar, við tökum bara til dæmis Straumi fjárfestingarbanka, þar sem hann að selja allt sitt, við erum með eldrauð og súlu í 100% mínus, hann selur allt sitt og síðan næsta súla fyrir aftan og hún sýnir ykkur að þessi viðskipti vörðuðu
1,3% undirliggjandi hlutafé í félaginu. Þannig að menn vilja fá að vita hvað Jón að selja mikið af sínu og hvað varðar þetta mikið af heildinni. Og þetta eitthvað sem menn horfa mjög stíft á, þessar hreyfingar. Þetta getur verið vísbendingum að stokkurinn svokallað sé að fara af stað, það séu konur hluthafar þarna inn, eða þá að menn hafa grunu það að einhverjir viti eitthvað meira heldur en aðrir og ef hann hleypur út, það lítur á að kveikna í, eða öfugt. Og þegar við séum örugglega fullt af bíómyndum, Úlfurinn á Wall Street og hvað þær heita allar, og það eru dálítið yktar sko, en það rosalega stutt í svona einhverjar sögur þar sem menn alltaf fara að panika yfir einhverju sem ekkert og það er rosalega stutt í það stundum sko. Þannig að það voru gott að hafa staðreyndirnar fyrir fram á sig en að oftúlka þær ekki, það getur líka verið bara alveg ágætt. Gjörðu svo vel, fyrirgefðu. Ég var að spá í, vitið þið hverjir það eru sem að koma inn til þess að vera einhvers inn í stuttan? Er það gráfnir tókið fjárfestar? Það er spurning hvort að við vitum það, hvort að Jón eða Sigga séu komin til að vera til lengri tíma skemmri. Mjög góð spurning aftur. Ástæðan fyrir því til dæmis þegar K9 var búin til að við flotleiðréttum hann ekki. Þegar ég forritaði K90 þá voru allir að segja þú verður að flotleiðrétta. Og ég, og vissi ekkert hvað það var almennilega og það er ákveðnir eigendur og þeir hreyfa sig aldrei. Og stærsti eigendur átti þú vera lífeyrissjóðirnir. Og mér fannst þetta eitthvað skrítið, þarna bara fólk út eða eitthvað slíkt og fór eitthvað að skoða þetta. Og það kom bara í ljós og það var nákvæmlega engi og það er til dæmis ástæðan fyrir því að við förum aðeins í K90. Við sjáum textan ekki flotleiðrétt enda engi þörf á því að þetta var nákvæmlega ástæðan fyrir því að þegar ég fór að skoða það eru lífeyrissjóðir virkilega slíki fjárfestar að þeir koma bara inn og eru bara svo sement og losna bara eftir 30 ár. Það er bara mikill misskilningur. Þannig að það er mjög fáir hluthafar sem að koma inn og eru bara alltaf vera í einhvern verulega langan tíma. Hins vegar það þannig að það eru ákveðnir hluthafar sem líklegir til að vera til skemmri tíma en aðrir og það alveg það sem menn horfa á. Auðvitað það mjög líklegt ef að hlutabréfasjóður kemur inn að hann sé ekki horfinn eftir mánuð. Það er bara ekki eðli slíkra viðskipta. En ef það kæmi inn aðili sem menn vita kannski ekki drekklaðan af peningum, hann kaupir stóran hluta af einhverju félagi, það er allar líkur á því að maður fengi að lánað, það má ekki draga það ályktun hann ætli sér nú ekkert að vera þarna alveg til eilífðarnóns. Það eru slíka pælingar og það eitt er að fara í viðskiptafræði og maður geta verið með allar þær prógráður sem við vilja og eitthvað slíkt, en að þekkja markaðinn, þekkja playerina og allt slíkt, það er alveg mikið svirðið eins og að kunna reikna þetta. Og ég get viðurkenna það hvar sem að ég hef ekki hugmynd þann hluta af þessu starfi þegar ég byrjaði og maður fattaði fyrst hvað maður kunni lítið þegar maður fór að setjast niður með fólki sem hafði kannski 5-10 ára reynslu í þessu. Þannig að þið getur verið drekklegan af prógráðum en það er ansi mikið eftir. Við förum aðeins í þá eftir hvað svona skiptir máli kemur að hlutabréfamarkaði. Þannig að það eru alls konar pælingar. Við horfum stundum á það sem við skiptum félögunum eftir hvort það er að kaupa eða selja. Efri hluti þessara myndar er það sem er keypt, neðri hlutin er það sem er selt. Þeim stærri sem liturinn þeim meiri viðskipti á meðalstöðu markaðsvirðis viðkomandi félags. Og það er allur gangur á því svona hvernig menn horfa á þetta. Þetta væri svona eitt áhorfið. Þegar kemur að hvernig félag eru metin og eitthvað slíkt, þá er allur gangur á því og það er svona eitthvað sem menn þurfa almennt séð að koma með þekkingu frá úr sínu námi. Við erum með skráð rekstrarfélög, við erum með almennar verðmatsaðferðir sem ganga út á svokölluð VAC-módel eða free cash flow to firm, það fjárstreymi sem á að nota til að gera upp í tvo aðila, lánardrottnana og hluthafana, það er vexti, afborganir og arð. Flest af þessum félögum eru svona frekar, langt flesta af þessum rekstrarfélögum eru verðmetin út frá slíkum pælingum. Það er mismunandi auðvelt að verðmeta þau. Félög eins og Hagar og Reginn eru með svona frekar fyrirsjáanlegt cash flow. Ég meina, það er alveg klart mál að Hagar mun ekkert vaxa mikið meira heldur en verðbólga pluss smá hluta hagvexti. Reginn er með leigusamninga til 10 ára, það liggur alveg fyrir hvað síðasta uppgjör var, það liggur líka fyrir að þetta var verðtryggt, stærstu hluta leigutekjunum er verðtryggður, þannig að það liggur alveg fyrir hvert cashflowið er hjá þeim. Síðan erum við félög eins og Eimskip
sem við mælum út frá eins og ég segi þarna, að það félag verðmætt út frá kostnaðarnýtingu. Vandamáli hjá Eimskip það að það rauninni einfaldasta verðmætsmóti sem til og það þeirra eigin greining á hlutfallinu fullir gámar út deilt með tómi gámar heim. Og það bara vandamál, það ekkert leyndarmál. Að vandamáli liggur hjá Eimskip ekki útflutningi heldur einflutningi og það stjórnast af íslenskum hagvexti og slíkum pælingum. Stundum nota maður nafnávöxtunarkröfu, stundum nota maður raunávöxtunarkröfu, hver munurinn, eitt stykki verðbólga. Sum félög eru með fullkomna hæfni í því að offsetta verðbólgu framhjá efnahagsreikningnum, þar sem tökum dæmi eins og Rein, þar sem allar skuldir eru verðtryggðar, allar tekjur eru verðtryggðar, það myndi ekki nokkur manni dett í hug að fara að verðmeta það félag með nafnávöxtunarkröfu, en náttúrulega bara verðbólga hefur ekki áhrif á eigið fé þess félags og þá getur bara ýtt þeim hluta af verðmætsgreiningunni bara til hliðar. Tryggingafélögin, maður nota nú svona í langflestum tilfellum free cash flow to equity, eða sem sagt frjálst fjárflæði þess félags til þess að greiða út arð. Man getur haft alls konar skoðanir á því hvort að félagi hafi arðgreiðslu getu eða hafi sett sér arðgreiðslu stefnu, en það svona það sem menn horfa á í tryggingafélögunum. Það sem menn horfa aðalega á í tryggingafélögunum líka langtíma geta félagsins til þess að greiða út arð. Það ekki horft til undirliggjandi tryggingareksturs. Og þá ég að tala einfaldlega mismunun á iðgjöldum og tjónu sem greiddir út, pluss mínus einhver breyting á tjónuskuldinni. Þau verðmæti sem hafa komið frá greiningu Íslandsbanka að vera tryggingafélög gera öll ráð fyrir því að það sé slökkt á þeim rekstri eftir svona 2-3 ár. Oftast talað þann rekstur í formi samsett hlutfalls sem einfaldlega gjöldelt með tekjum. Þannig að ef gjöldin eru meira þá færðu 100% út úr þessu, ef gjöldin eru minni tekjurnar færðu 90%. Algengt talað í dag, 92-3%. Hvert var gildi fyrir 10 árum síðan? 130%. Það ástæðan fyrir við segjum, það ekki hóflegt né íhaldsamt, sem svona þau orð sem við höfum tilangað okkur hér og vinnum eftir. Það ekki eðlilegt að fara að gera ráð fyrir því að þessi rekstur, það getur vel verið að hann gerir það, en það betra að slökkva á honum og eiga bara það uppsætt eftir þegar kemur að verðmætsgreiningu á slíkum félögum, þegar þau eru að koma úr umhverfi þar sem gjöldin voru 30% stærri en tekjurnar. Hvernig lifði það á fjármagnspakkanum? Þannig að það rosa gott að fara í skóla, en það algjörlega nauðsynlegt að sparka í dekkinu sem maður segir og þekkja viðkomandi félög og þekkja sögu þeirra félaga sem eru að vinna við. Það langbest að geta blandað þessu tvennum atriðum saman. HB Grandi, núvirkt sjóðflæði sem rekstrarfélag, það svona það fyrsta sem maður myndi gera. Vandamáli með íslenska kvótakerfi og sem svona það sem kannski svona sá fastafjármunur sem þetta félag nýtir mest, það að það eru tvær aðrar aðferðir sem yrði beitt í verðmæti á þessum félagi. Annars að endurmeta eigið fé út frá mismununum á heildarkvóta og keyptum kvóta og hins vegar væri það hreinlega bara upplausn við þið. Bara félagið leyst upp, það myndast eitthvað bullandi tekjuskattsskuldbinding, hún bara greidd hvert væri verðmæti félagsins. Og það væri ekki eðlilegt að mínu mati að taka eitthvað meðaltala niðurstöðu þessara 3 eininga heldur að segja frá þeim sem 3 mismunandi punktar. Það væri miklu eðlilegri því að það ætlar að fara að skala þetta eitthvað til og 5% vægi þessu og 50% á þessu. Það hefur enga merkingu. Það miklu betra að láta lesanda verðmætsins, viðskiptavin VIP eða miðlunum Íslandsbanka, hann getur bara gert það sjálfur sá fjárfestir. Og síðan erum við með félög sem hafa tekjur í annarri tekjum, byrja þess að setningu neitt. Síðan erum við félög eins og Icelandair og Marel, þar sem tekjurnar eru allt annað heldur en íslenskum krónum. Skýrasta dæmi væri kannski Marel með 0,5% af tekjum með eitthvað slíkt í íslenskum krónum, að þá verður maður að mynda sér skoðun hver áhættulausu vextir í undirliggjandi myntum og þá verður að hafa tekjusamsetningu þess félags nokkurn veginn á hreinu. Þetta var auðveldaleitin. Þetta vandamálin þegar kemur að verðmætum. Það ekkert mál að setja inn líkunni. Líkunni eru flest til. Þegar við stólum þessu frá þeim sem var í stólnum sem voru að taka við eða voru að byrja í þessu eða notuðu bara þess að var í skólan, það allt sama draslið. Aðalega skiptir að máli að gera sér grein fyrir því að skilja niðurstöðuna sem eru að koma út úr þessu. Það allavega mín reynsla. Maður geti haft aðra skoðun á því. Mín reynsla svo að það mestum vert kemur að því að vinna við að greina hlutabréf, að skilja niðurstöðuna sem eru að koma frá ykkur eigin útreikningum, geta skýrt hana út
en ekki síður að geta kannski sett sig í spor þeirra sem að lesa hana, átta sig á því hvað eru svona make og break stærðir þegar maður með verðmut og að gera verðmut á félögum og reyna að finna skoðunum annarra sem líklegt að muni koma fram. Það eru staddir kannski 70 manns hér, ef ég myndi biðja að menn tæki sig saman reiknuð Vakk á Marel, þá fengi við svona 73 niðurstöður. Þannig að það alltaf rifist sömu hlutina, þannig að það mjög mikilvægt að menn átti sig á því hvar svona líklegt að menn séu ósammálaðir, finna þeirra skoðunum stað með namnigreiningum eða sviðsmyndum inn í verðmötum og það hefur við gert mjög mikið í greiningu Íslandsbanka og aðrir bankar hafa gert líka. Síðan eru alls konar breytur sem skipta máli, aðrar skipta engu máli. Sumir reikna þetta með bókvært eigið fé og finna þannig vakthlutföll, sumir reikna þetta með ítrun í hring og það allur gangur á því hvernig þetta er reiknað. Langflestir reikna kannski svona heildarvirði félagsins og draga svo frá vaxtaberandi skuldir og órekstratengdum eignum og enda þá í eitthvað svona virði eigið fjár og eitthvað slíkt. Versti óvinur verðmætanna er hins vegar suðið, eða svona hvítt suð og það eru alls konar dæmi í íslensku hlutabréfamarkaði slíkt suð. Suðið er svona einhver óvissa. Það er ekkert mál að reikna það ef Icelandair, það er bréf frá ríkisskattstjóra að hann hafni einhverjum frádrætti, þið vitu töluna, hvenær á að borga þetta og þið getur diskantað það tilbaka. Ekkert mál. Það sem skiptir máli hins vegar þegar kemur á suðin er það að þið vita það hefur áhrif. Þarna eru 3 dæmi eitthvað sem við vitum að hefur áhrif. Við getum ekki greint hversu mikil áhrifin eru. Þau eru svona svoköldu stikalaust. Þau hafa áhrif, við vitum bara ekki hversu mikið. 3 dæmi. Árásinn á gagnagrunn Vodafone. Skilaboð hér SMS, sögum saklausar en önnur. Mikið talað um þetta í fjölmiðlum, viðkvæmt mál, alveg óumdeilanlega. Var þetta félag í smá uppnámi fyrst þegar þetta kom? Já, ekki spurning. Var eðlilegt að beita einhverju cashflow verðmæti á félag sem í slíku uppnámi að það gat bara komið áhlaup á félagi menn bara hættu viðskiptum í stórum stíl. Það var alveg mögulegt. Greining Íslandsbanka var mjög nálægt í að gefa út verðmæti þegar þessi árás var gerð til dæmis og við töldum að þetta væri algjörlega merkingalaust að fara að gera verðmæti á þessu félagi byggt á þannig forsendum. Við erum eitthvað Vakk líka þar sem ég ætla að gera ráð fyrir að það veri nú einhver lækkun á tekjum. Verður að ræða til dæmis bara atburð sem gerði það að verkum að það gat orðið bara kannski 20% högg á tekjum eitthvað slíkt hjá þessu félagi. Þannig að það átti ekki við að beita slíkri verðmætisaðferð. Annað suð væri gjaldeyrishöftin. Við vitum það að íslenskt markaðsálag sem menn hafa hérna þegar menn reikna sér kröfu á eigið fé hefur gefið eftir. Er það skrítið í gjaldeyrishöftum? Nei, það er bara ekkert skrítið við það. Mun það þýða það að þetta hrynur allt saman þegar höftunum verður lyft? Ef þeim verður lyft 1, 2 og 7, já. Eru líkindi til þess? Nei, ég myndi nú ekki talið það sé mjög líklegt. Í fyrsta lagi mun líða langur tíma þangað til verður aflétt og svo mun það taka langan tíma. Hversu mikil eru áhrifin að lífeyrissjóðirnir komast ekki annað til að fjárfesta? Það má svona draga það ályktun út frá ákveðnum útreikningu sem við höfum farið í gegnum að af 500 punkta eða 5% af markaðsálagi, svo er það margaldið með betunni og lagt saman við áhættulausa vexti, hafið það gefið eftir í kringum svona 70 punkta, 60-70 punkta, þessi 500 punktar. Það er mjög nálægt lagi. Síðan vorum við félag sem einskipafélagi, þegar það var skráð, það var bara hreinlega eignarhald félagsins óljóst, 4,2% af því félagi var bara inn í ákveðnu félagi til að mæta óframkomnum kröfum og eitthvað slíkt. Nú er byrjað að vinda aðeins ofan af þessu, en fyrir árið síðan var þetta sko aldeilis ekki ljóst hversu stór stabbi væri bara í formi útistandandi hlutafjár. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að þetta væri útistandandi, Arion banki gerir ráð fyrir og sagði skýrt frá því að þetta væri tillitað á þessu eigið fé. Þetta er svona suð. Ég er náttúrulega alveg hvellsprungið hér á tíma eins og lög gerir ráð fyrir. Að síðustu ætla ég að tala óefnislegar eignir. Sífelldur ótti, menn eru alltaf hræddir við óefnislegar eignir, þetta hlýtur að vera eitthvað humbúk og tómt svindl. Það er mikill misskilningur. Óefnislegar eignir eru færðar meðal fasta fjármuna félagsins. Það eru alveg jafn mikilvægar til þess að styðja við og mynda og tryggja tekjumyndu viðkomandi félags.
Vandamálið við óefnislegar eignir, hvort sem vilja kalla það viðskiptasambönd, einkaleyfi eða viðskiptavild, að mælingin á þeim dálítið erfið. Og það svona það sem síðasta setningin hérna segir. Málið snýst frekar að þessi viðskiptavild eða þessi óefnislegu eignir, að mælingin sjálf, hún það svona sem menn eru smeykastu við. Þessar eignir myndast þegar félag kaupir annað félag á yfirverði með endurmetið eigið fé, þar sem verið að reyna að bregða máli á hið keypta út frá okkur markaðssjónarmiðum. Síðan kaupir þið kannski 100 krónur, markaðsverðið 90, það myndast einhver ákveðin viðskiptavild. Þessi viðskiptavild alveg jafn góð, merkileg og dugleg til að mynda tekið framtíðinnar eins og hvað annað. Það mælingin sjálf og sagan sem gerir það verkum að menn eru dálítið svona smeyki við þetta. Þeim að gefa ykkur dæmi. Melabúðin. Einhverjir hérna og einhverjir sem horfum á mig hafa örugglega komið þar inn. Örugglega þrengsta búð sem til Þú getur ekki skipt skoðun á henni, sko. Velta per fermetur, þið finnið ekki annars rekstur. Sú búð kaupir hlutafélag sem á aðliggjandi verslun. 109 fermetrar. Það keypt á okkur yfirverði, keypt á 10 milljónir eða eitthvað slíkt. Viðskiptavild sem kemur efnahagsreikning Melabúðarinnar orðin kannski milljón-kall. En hefur voða gott komfort fyrir þessu dæmi, þetta svona hóflega tölur og eitthvað slíkt og hérna menn svona skilja þetta. Þeim að koma sem annað dæmi. Jón kaupir flugfélag í Danmörku, selur svo vini sínum þetta flugfélag var búið sölumeðferð í mörg ár, ekkert gert, svo þetta selt aftur einu ári síðar á verði sem svona þrisvar sem kaupir og svo selt enn aftur til einhvers annars. Viðskiptavildin alveg þenst út. Flugvélasagan sönn, en Melabúðadæmin eitthvað sem ég að skálda hérna upp. Þetta ástæðan fyrir þið eru hræddu við viðskiptavild. Það er ekki eignin sjálf, heldur mælingin sjálf og að menn hafa farið dálítið illa með þetta hugtak samanber síðasta dæmi sem ég var að gera. Ég ætla ekki að fara að nafngreina nein félög, sumir áttu sig hvað ég að tala um. Þetta ástæðan fyrir að menn eru smeyki við það og það ekkert skrítið við það. Viðskiptavild í félögum sem við erum með hér til greiningar? Já, heldur betur. Við erum hér með þennan lista hér, þar sem við erum að ræða allt frá einhverjum 100-200 milljónum til Sjóvá sem hefur 4,4 milljarða, Skipti voru í árslok 2012 með 45, eru komin núna í 31, þetta engar smá upphæðir. Mikið hreyfing á þessu? Já, ekki spurning. HB Grandi til dæmis fekk á sig mikla aukningu á veiðigjöldum. Það gerði það verkum að þeirra óefnislegu eignir voru lækkaðar verulega niður, svo voru þær hækkaðar upp aftur, sá hluti sem var ekki viðskiptavild. Það útreikningurinn og matið sjálft sem að gera það verkum að menn eru smeyki við þetta. Ekkert skrítið við það. Það þýðir ekki að þetta sé eitthvað svindl og svínarí. Alls ekki. Bara að síðustu. Það mín reynsla að þegar kemur að því að vinna við greiningu á hlutabréfum að það sem skipti svona langmestu máli, gerandi ráð fyrir að menn hafa farið í fjármálanám og eitthvað slíkt, þekking í reikningshaldi og sérstaklega þegar kemur að IFRS og EAS, reikningsskilastöðlunum, skattaleg málefni skipta gríðarlega miklu máli. Við höfum séð hér verðmæti á félögum þar sem gert ráð fyrir að tekjuskattur og rekstrarfélögum sé lægri heldur en til dæmis tekjuskattur og tortóla, sem alltaf algjörlega fráleitt og þá var bara að fara í einhvern ársreikning og fengi virt skatthlutfall á okkur 90 dagar bíla. Já, heyrðu, ég nota þetta bara. Þetta rosalega stór breyta. Auðvelt að greina skattalegt umhverfi félaga? Nei, félag með starfsstöðvar út allan heim, það bara stór mál. Það mikið mál hjá Hagkaup? Nei, það bara 20%. Það stór mál hjá Icelandair? Já, það stór mál og Marel líka. Og síðan það svona mitt mat að þekking viðskiptafræðinga kemur að hlutafélagalögunum, verðbréfaviðskiptalögunum og kröfurétti, að það sé mjög mikils virði og skiptir miklu máli að menn hafi svona ansi góða þekkingu á því. Ég svo svakalega sprunginn á tíma, ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel í fjárfestingum, farið bara varlega og ef eitthvað hljómar og vel til að vera sett, þá örugglega eitthvað rugl í þessu. Þakka ykkur kærlega fyrir.